Nýtum allt og spörum. Netto stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina, við eigum bara eina. Netto. eins og heyra má hérna Valur og hefur svona leikur ekstra mikla þýðingu hérna í Reykjanesbæ, ekki satt? Jó, það er alltaf gaman þegar þessi tvö lið að hittast og svona á stemningin að vera, þetta er bara frábært. Hvernig fannst þér svona þegar þú varst að spila þessa leiki sem leikmaður? Það var bara mjög gaman og það er skemmtilegra þegar að liðin eru bæði í toppbaráttunni eins og er núna. Njarðvík er ekki langt frá toppnum og Keflavík er á toppnum, þannig að þetta er svona á þetta að vera. Þetta gefur hérna bara mikið líf í bæjarlífið. Hefur einhverja sérstaka þýðingu að vinna svona leik? Það skiptir öllu máli. Hafa móndur réttir. Þetta gengur út á það. Af hverju skiptir hann svona miklu máli? Bara sko, þú veist, Keflavík og Njarðvík væri ekkert jafn góð ef þau hefðu ekki hvort annað til þess að metast við og keppa við. Þannig að þetta er bara frábært, svona á þetta að vera og svona viljum við hafa þetta. Hvað er svona sérstakt við þessa leiki? Þessi leikir eru náttúrulega engum öðrum líkir og þegar ég spilaði sjálfur í gamla daga þá voru þetta leikir sem að beðið eftir allan veturinn. Ég held að menn hlaupa aðeins hraðar og hoppa aðeins hærra og séu tilbúnir að leggja meira á sig þessum leikjum en öðrum. Svo náttúrulega eru áhorfendur spenntir að sama skapi eins og leikmenn. Við sjáum það bara hérna í kvöld, það er fullt hús í sláturhúsinu, við vorum lefið 1000 manns og þetta er deildarleikur. Þannig að við erum rétt ímyndað okkur hvernig þetta verður ef þetta fer í úrslitakeppnina. Hvernig skynjarðu stemninguna í bæjarbúum? Já, körfuboltinn í Reykjanesbæ hefur sjaldan verið meira spennandi síðustu ár og hann er ákvarðat núna. Bæði lið beggja megin við lækinn að spila fekki vel og ef við horfum á Keflavíkurliðið þá eru þeir búin að vera til fyrirmyndar. Þeir eru í efsta sæti, gríðarlega flott stemning. En á sama skapi eru þeir kannski örlítið brothættir. Ég heldur séu þunnir þegar kemur inn í úrslitakeppnina. Ef við horfum svo á Njarðvíkurliðið þá er það í 4. sæti og spila meira og minna kanalaust í allan vetur. Við vorum með Kana framan af sem að féll ekki inn í liðið fyrstu leikina og svo erum við búin að spila kanalausi síðan. Erum samt í 4. sæti og hérna erum loksins konum með Kana til okkar. Þannig að ég held að þessi tvö lið fara ansi langt í úrslitakeppninni og eins og ég sagði áðan, gæðin eru í Reykjanesbæ í körfubolta, það er engin vafi á því.